Fyrir frá Lýðræðis- og mannréttindanefnd. Já, ég býð ykkur velkomin á þennan fundi í bæjarstjórn Mosfellsbæjar, haldinn 18. september 2019. Hann er númer 745 og ég segi fund settan. Forseti þarf að leita afbrigða til að taka mál á dagskrá. Það er fyrsta lagi fundargerð Lýðræðis- og mannréttindanefndar frá 17. september, hann var sem haldinn í gær. Það er sem sagt lagt til að hann verði tekinn hér til umfjöllunar og afgreiðslu. Ég bið þá bæjarfulltrúa Réttar hönd sem samþykkja það. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Einnig hefur komið fram ósk frá bæði D-lista og M-lista kosningu í nefndir og ráð. Sá liður er reyndar á dagskrá en af því að hann er aukinn þessu sinni með beiðni þessara 2 lista, þá tel ég eðlilegt að bera það eftir atkvæði þeim sem samþykkja það að það verði tekið til umfjöllunar eftir Réttar hönd. Það er líka samþykkt. Það er þá 15 mál á dagskrá, reyndar 16 mál með þessum nýja fundi frá því í gær. Þess að fara yfir það í upphafi, það eru 2 fundargerðir frá bæjarráði, það kemur nú okkur ekki á óvart. Þessu sinni eru það þá 4 fundargerðir frá nefndum bæjarins. Síðan er það sem kallast almennt erindi og það er einmitt kosning í nefndir og ráð. Og svo eru það fundargerðir til kynningar að venju í lokin og það er 9 fundargerðir að þessu sinni. En Ólafur Óskarsson hefur beðið orðið undir viðnum dagskrá fundarins. Gjörðu svo vel, Ólafur. Forseti, þetta er nú eiginlega fyrirspurn til þín, varðandi þá dagskrá sem er boðuð. Þannig er að í fundarbóði bæjarstjórnar er fundargerð öldungaráðs undir dagskránir fundargerðir til kynningar, en 2 fyrri fundur öldungaráðs á þessu ári hafa verið undir dagskránir fundargerðir.
Ég skipti því í samþykktir bæjarins og samþykktina sjálfa sem á skjalið breytingar á samþykktir bæjarins og í skoðun kemur í ljós að hvergi er minnst á að öldungaráð þar á öldungaráði best sé. Hins vegar er öldungaráður lögboðin nefnd eins og til dæmis barnaverndar eftir því sem ég best veit. Og hún hefur væntanlega heimild til þess að koma með tillögur til bæjarstjórnar sem gæti til dæmis kostað útgjöld. Því myndi ég halda að þessi fundargerð eigi að vera til bara eins og aðra fundargerðir til samþykktar en ekki til kynningar. Takk. Já, það er þegar ég takki þá til málsum til þetta lið dagskrárfundarins. Það er rétt eins og Ævartur Ólafur nefnir að þetta hefur aðeins ekki alltaf verið á sama stað til umfjöllunar. Mikill munur hvort að fundargerðir sé til kynningar eða þá til samþykktar. En það hefur verið leitað álits hjá bæjarlögmönnum, lögmanni bæjarins og niðurstaða hans er það á það leið, það sem þetta er vissulega lögboðin nefnd eins og Ólafur nefndi hérna áðan, en hún er ekki eingöngu skipuð kjörnum fulltrúum, heldur koma þarna fulltrúar frá FAMOS líka og ákvarðanir séu þá þannig vaxnar að það sé ekki eðlilegt að bæjarstjórn geti breytt þeim eins og þau geta aðra fundargerðir, til dæmis sem við ræðum hér á eftir. Þetta er niðurstaða lögmannsins og þess vegna var þetta sett á þennan stað, en það er sjálfsagt að skoða þetta betur. Þetta hefur verið svolítið svona til álita en hans niðurstaða var þarna. Þannig að þessi eins og ég rekti á þann, þannig að það er ekki tilviljun að hún er sett hér undir liðinn fundargerð til kynningar, en það er sjálfsagt að skoða þetta betur og lögðu það sem þú nefndir. En við hefjum þá umræður fyrstu fundargerð þessa fundar og það er fundargerð hjá bæjarráði Mosfellsbæjar. Það var fundur númer 1411 og þar voru 4 mál á dagskrá og ég gef orðið laust þá fundargerð. Valdimar Birgisson, eða Guðmar, gjörðu svo vel Valdimar. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem upp undir lið nr. 4, endurskoða fjárfestingar og fjármögnunaráætlun Sorpu 2019-2023, eins og það heitir. Hvað er nafnið lengra. Hér að ræða nokkuð stórt mál sem að snýst gleymsku, mistök, kunnátuleysi, skort á eftirliti, veit ekki hvað svarið er, hvað þetta snýst kannski allt þetta. En svolítið þetta mál mætti alveg fá meiri athygli á mínu áliti. Þarna að ræða verulega fjárhæðir sem að bætast við útgjöld vegna þess að mjög nauðsynlegu gas- og jarðgerðarstöðvar. Ég ætla ekki að fara ofan að því að hún er nauðsynleg og það er hinn besta framkvæmd en engu að síður þá held ég að þetta sé tækifæri til þess að við skoðum vel hvernig staðið er að stjórnum byggðasamlaga og sérstaklega Sorpu. Við förum yfir það hvað gerðist þarna, þá er þetta þríþætt. Það sem sagt gleymdist að færa inn í áætlun fyrir árið 2019 fjárfestingar vegna tækjakaupa í flokkunarstöð upp á 790 milljónir. Það láðist líka að gera ráð fyrir verðbótum á byggingu gas- og jarðgerðarstöðvarna og þá láðist að gera ráð fyrir söklum í hana. Eða það er líka sagt að það ástæðan að verið færð til og svona, ég held að þetta hafi bara hreinlega gleymst þarna. Niðurstaðan er sú að þetta viðbótar að vantar í áætlun Sorpu
1,3 til 1,6 milljarðar eftir hvernig þetta leggst. Og það er ekki týnt upp á göttunni eins og sagt er og þetta er svona stór peningar og það var samþykkt af stjórn Sorpu að fara í sem sagt einhverja endurskoðun, innri endurskoðun sem að stjórnarformanni var falið að gera. Ég lagði fram tillögu í bæjarráði, ef maður lesa hana með leyfi forseta. Bæjarfulltrúi C-lista leggur til að skipuð verði stjórn sérfræðinga á sviði fjármála og mannvirkjagerðar á vegum Sorpu. Meginhlutverk hennar verða að yfirfæra þær áætlanir sem til eru um byggingu gas- og jarðgerðarstöðvar í Álfsnesi og öllum þeim framkvæmdum sem þeirri starfsemi fylgja. Komið með raunhæfar fjármögnun og rekstraráætlanir til langs tíma, fylgi eftir framvindu verkefnisins og leggi fyrir stjórn Sorpu, SSH og borgarstjórn og bæjarstjórn með reglubundnum hætti. Þessu var að vísa sem sagt til stjórnar Sorpu. Og ég held að þetta sé alveg það sem við ættum að gera. Við ættum að aðstoða stjórn Sorpu við það að klára þetta verkefni með því að leggja þeim til þessa auka starfsmenn, við getum orðað þannig, til þess að fara yfir. Það er bara, þetta er of mikið klúður, þetta er of mikið af mistökum til þess að það sé hægt að segja að þetta voru bara mistök og við skulum láta þetta kjurt liggja. Og vissulega voru þetta mistök og þannig er ekki verið að gera ráð fyrir því að það verið að krefjast þess að einhver segja af sér, heldur að það verið skipað þessu nefnd. Til lengri tíma held ég þurfum að endurskoða það hvernig þessum byggðasamlegum er stjórn. Við erum með stjórn sem eru skipuð kjörnum fulltrúum og svo erum við með stjórn eigenda sem eru bæjarstjórn og borgarstjórn og saman þá er þetta held ég 12 manns sem sitja hana og í þessu tilfelli þá bara engin ábyrgð og ég er ekki að segja það. Ég hef farið í þessar skýrslur, ég held að ég hefði nú gert það saman. Ég er ekki viss að ég hef tekið eftir þessu. En þarna vantaði greinilega að það væri rýnt í þessar tölur og að það væri eftirlit með því að vera rétt staða hlutum. Þannig að ég held að sé full ástæða til þess að koma inn með hjálp og að það verði skipuð neyðarstjórn fyrir Sorpu sem taki að sér að klára þetta verkefni. Takk fyrir. Hafsteinn Pálsson hefur beðið orðið með fjórða mál. Já, forseti, erum við að tala fundargerð 1411 eða 1412? 1411. Það reyndar málið að dagskrá líka. Af því að tillagan sem að síðasti eða fyrsti ræðumaður hér í pontu, eða annar eða þriðji eftir hvernig við talið, fyrsti í þessu máli, gerði að umræðefni ef að tillaga sem var borin var fjallað í 1412. Bæjarráðið 1400 á 12. fundi. En allt það, að mínu mati þá er stjórn Sorpu búin að setja í gang ferli til þess að fara ofan í saumana á þessu og ég tel að síðan sé það þá eiganda vettvangsins að fara yfir niðurstöður af þeirri skoðun og fjalla það og svo eftir atvikum að koma áfram til einstakra sveitarfélaga. Ég held að það væri farsælt að það væri gert í þessu skrefum og aðeins að nefna það að minn skilningur á þessu máli er sá að allavega búnaðarkostnaðurinn í móttökustöðina að hann var inn í áætlunum þegar var verið að taka ákvörðun að ráðast í þessa vegferð að gera þessa gas- og jarðgerðarstöð
en að það falli niður á milli ára að það færðist líka fyrir árið 2019 en hafi verið árinu á undan. Ef þetta minnskilningur en þannig að allavega hvað forsendur varðar að þá ekki nema þá hluti af þessu allavega með þegar það var að taka ákvörðun að ráðast í verkefni. Mér finnst mikilvægt að þær upplýsingar liggi fyrir og þeim séu haldið á lofti. Þannig að það var ekki farið allt í verkefnið og það væri vantaði 1,5 milljarð að stærðargráðu í kostnaðarforsendum heldur lægri upphæð. En með þessu er ég engan veginn að réttlæta að það hafi vantað undirstöðurnar. Já. Fjórða mál, fleiri sem vilja ræða það. Stefán Ómar, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég kem upp undir þessu sama fjórða máli Sorpu og þegar fréttir af þessu bárust þá var maður eiginlega bara pínlítið sjokkeraður sko. Hvernig getur þetta gerst? Hvernig geta menn gleymt fleiri 100 milljónum? Hvernig geta menn gleymt að eiga að vera sökkvöld undir húsinu? Ef ég skilji þetta rétt þá bara skilji ég þetta ekki. Og þetta er náttúrulega gríðarleg upphæð, 1,3 til 1,6 milljarður, þetta er ekkert smottir í. Og tæpum milljarður í nýtt lán. Lán er náttúrulega bara lán sem þarf að greiða þetta tilbaka og maður spyr sig hvernig var undirbúningi undir þetta allt háttað. Stórar tölur og þetta er ekki betur gert en þetta að menn reka sig á svona mikla glufur eftir á. Nú ég líka velta fyrir mér, auðvitað erum við komin út í miðja á og við þurfum að klára þetta verkefni, það er nokkuð ljóst. En maður velti fyrir sér sko hvað kemur á eftir þessu. Ég hef nú gjarnan vilja að það hefði verið farið strax í þessa skoðun og úttekt og við höfum kannski verið að fjalla hana hérna í dag samhliða því að vera að taka þessa ákvörðun aukningu skulda og byrða á skattborgarana. Þá hefum kannski verið ágætt að ræða það í leiðinni hverju voru skýringarnar á þessu og hvernig ætlum við þá að koma í veg fyrir að þetta endurtaki sig og svo framvegis. Nú með leyfi forseta þá stendur í fundargerðinni að ljóst er að fara þarf yfir verkferla félagsins og í því ljós er formanni og varaformanni stjórnar falið að fá óháðan aðila til að framkvæma úttekt á starfsemi félagsins og leggja tillögur þar að lútandi fyrir næsta fund stjórnar samþykkt samhljóða. Tilvitnun lýkur. Þá var það spurningin sko hvað á að fara yfir, hvaða verkferla á að fara yfir og hver er þessi óháði aðili, er einhver komið með hann í sigti og hverjar eru afleiðingarnar fyrir stjórnendur Sorpu, eru þær engar? Sjá menn fyrir sér einhverja niðurstöðu í því. Þannig að það eru margar svona spurningar sem sækja á hugan þegar maður stendur og les þetta sem að mér finnst svona með nokkurum eindæmum verði ég að segja. Árið að lausna fjórða mál þá. Allar, gjörðu svo vel. Já, það er sama mál. Já, ég ákvað að tala málið á eiginlega að því að málið kemur við sögu í næstu fundargerð líka. Ég held að við hljótum að geta sameinað þessi tvö mál í eina umræðu. En það er sjálfsagt að ræða þetta líka aftur og eftir í næsta máli. Bæjarfulltrúi Hafsteinn kom inn og sagði að þetta væri búið að ræða þetta í stjórn Sorpu og ekki að ræða þetta á eigendavettvangi. En það er akkúrat það sem ég er að segja, að við þurfum að fá óháða aðila til þess að fara í þetta, til þess að fara yfir þetta mál, til þess að taka eiginlega yfir stjórn á þessu verki og klára. Þetta er ekki bara þessi einu mistök, þetta eru 3 stór mistök og
Og í raun og veru, ja, þetta eru 3 stór mistök sem að eiga sér stað þarna. Og ég svona aðeins við að fara nokkuð grundigt í þetta, hvað gerist, og það rétt að það sagt að það hafi gerst að þetta hafi ekki verið fært á milli áætlana 2018 til 2022 og til 2019 til 2023. En þetta engu að síður í textum á báðum rekstraráætlunum. Og þetta kemur ekki ljós fyrir en farið að leita eftir heimild til þess að kaupa þessi tæki, það bjóða út. Og það svo ofta líka allt önnur saga, sko, hvort að það verið heimild fyrir því þó að fara á stað núna og kaupa þessi tæki. En ég líka, sko, það búið að skipta þessu svona við þetta. Ég greiddi atkvæði með þessari lausn sem farin. Ég hef ekkert á móti því. Ég mjög umhugað að þessi stöð rísi og ég held að það sé bara hið besta mál. En þetta líka, sko, þetta bara hefur tækifæri til þess að endurskoða stjórn Sorpu. Hvernig staðið að stjórn Sorpu og kannski öðrum byggðasamfélögum líka. Og að því að, sko, ég ekki að tala það að pólitíkin eigi að sleppa höndum af því, vegna þess að þetta einn mikilvægasta verksmiðja, mikilvægasta fyrirtæki sem við höfum. Það hvernig við ætlum að umgangast Sorpu okkar. Það núna til dæmis, sko, það núna herferð í gangi, sem segir hættum að urða, finnum lausnir. Mér skilst að þessi jarðgerastöð, þú muni taka á móti eitthvað 18.000 tonnum af úrgangi. 50.000 tonnum af úrgangi, já. Og ok, afsakið. Það falla til eitthvað 220.000 tonn á ári á landinu. Þannig að það helling eftir sem við urðum. Við þurfum að gera upp við okkur hvernig við ætlum að haga þessum málum til framtíðar. Ætlum við að byggja brennslustöð, ætlum við að stækka gas- og jarðgerastöðum. Hvað ætlum við að gera? Þetta allt viðfangsefni sem við, pólitíkusar, stjórnmálamenn, þurfum að ræða við okkar umbjóðendur sem kjósendur og taka ákvörðun það. Hins vegar þegar kemur að rekstri, þegar kemur að því að byggja svona stöð, þá eru kannski ekkert kjörnir fulltrúar endilega þeir heppilegustu til þess að fylgja eftir. Þeir þurfa að fá eitthvað til þess að fylgjast með þessu í sínum umbúðum. Og þannig á þetta. Haraldur Sverrisson, fjórða mál. Já, út af þessu máli, ég ætla ekki að vera langvarður það. Ég bara sammála því sem hér hefur komið fram að þetta ekki gott mál og það var reyndar eiginlega alveg óásættanlegt að upp skuli koma svona skekkjur og mistök bæði áætlunargerð og framkvæmdum sem í gangi eru. Stærðargráð þessa verkefnis eru 4 milljarðar, það álíka stórt verkefni og við stöndum hér í Mosfellsbæ að byggja grunnskóla í Helgavelli, bara svona átti sig á stærðargráðunum. Þessi tiltekna afgreiðsla er tilkomin vegna yfirferðar fjármálastjóra allra sveitarfélaganna sem á Sorpu standa. Þeirra sérfræðinga sem með þeim vinna það hvernig væri best að nálgast það að leysa þetta og ég held að þetta sé svo skynsamlegasta leið sem hægt var að fara í því úr því sem komið var. Þannig að það sé sagt. Síðan það þannig að stjórn Sorpu að mínum mati tók þá ákvörðun sem að mínum mati mjög ábyrg að setja málið í skoðun sérstaks óháðs aðila. Ég geri ráð fyrir því að það verkefni sé í gangi núna. Ég veit ekki til þess að hafi haldinn stjórnarfundur eftir að þessi stjórnarfundur var haldinn. Og sú skoðun hlýtur til að mynda að fjalla eitthvað það með hvaða hætti stjórnendur Sorpu þurfa að axla ábyrgð í málinu. Þannig að það raun og veru hér aðeins verið að leysa úr þeim vanda sem upp kom vegna þessara mistaka.
og svo þurfum við, eða þarf stjórn Sorpu og eigendavettvangurinn og eftir atvikum bæjarstjórnir aðildarsveitarfélaganna að fjalla það hvernig skuli bregðast við því og sjá til þess að svona hlutir skerist ekki aftur sem að við viljum náttúrulega öll ekki sjá. Já, fjórða mál ennþá á dagskrá þessari fundargerð. Nú það hvað engi fljóðsum það mál. Þarna voru 3 önnur mál á dagskrá, einhvers sem við ræða þau í fundargerð bæjarráðs frá 5. september. Svo virðist ekki vera, þá fengum við atkvæði ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem samþykkja þessa fundargerð eins og einstaklega mál vera með sér í réttu bönd, það eru 9 hendur. Forseti, ég mun bóka, ég greið ekki atkvæði með þessu Máli. Nei. Já, þá er kannski rétt að við greiðum sérstaklega atkvæði það. Já, ég held að það sé bara rétt að við... Ég mun sitja hjá og ég sendi rittara bókun bara. Já, fyrir við skoðum legg til að við þá enn. Kannski þess að fá að heyra hana. Já. Það er eitthvað sem þarf að bregðast við. Já, það er alveg rétt við skulum fá að heyra bókunina. Og lesa hana. Já, ef þú kemur bara í ponti og myndir lesa hana og svo myndir við greiða atkvæði sérstaklega þetta mál, við endurtökum atkvæðagreiðsluna og síðan hinn málin. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Við ræðum þess að 4. mál sem sagt. Já, forseti, þakka þér fyrir og stutt á laggóð. Bókun bæjarfulltrúa Vina Mosfellsbæjar situr hjá við afgreiðslu þessa máls auknar ábyrgðir vegna viðbótar lántöku Sorpu BS. Ástæðan sú að ég hefði kosið að strax hefði verið brugðist við og það skoða nákvæmlega hvað fór úrskeiðis, hvers vegna og hverjir í framkvæmdastjórn Sorpu beri ábyrgð á þeirri stöðu sem upp er komin. Já. Þá tel ég fórstu rétt að við greiðum atkvæði 4. mál. Sérstaklega. Og þeir sem samþykkja niðurstöðu málsins eru réttu bönd. Einhverju móti. Það er 8 atkvæði með og 1 situr hjá. Þá greiðum við atkvæðina, já það er spurning hvort það er kannski hreinlegast að gera það aftur þá, þeir sem að greiða atkvæðum hinn málin, 3, þeir sem samþykkja þau mál, en niðurstöðu þeirra mála, það er samþykkt. Þá erum við búin með fundargerð bæjarráðs hina fyrri sem við ræðum hér í dag, og það kemur alltaf aftur 50 dagur og svo á 12. september, þá var fundur að venju í bæjarráði Mosfellsbæjar, hann var númer 1412, það voru 7 mál á dagskrá og reyndar eins og hér hefur komið fram, það var reyndar rætt Sorpumálina aftur og komið gestur undir þeim lið, það var að reyni bæjarfulltrúa C-lista en ég gef bara orðið laust þessa fundargerð. Já, bara ég þarf að víkja fundi hér í mál nr. 7. Já. Ég vil ekki taka þátt í umræðum í afgreiðslu þess. Já. Þannig að við skulum hægt að taka það fyrir sérstaklega. Já, það er Allavega myndi ég áskætti þú greiti atkvæðum sérstaklega, þannig að getur vikið að fundi með það eftir sérstaklega. Við skulum gera það bara þannig að fyrst við byrjuðum þá skulum við bara ræða öll málum á 7. mál og síðan hefur forseti kostið að víkja fundi þegar ég gef orðið laust 7. mál. Þannig þá gef ég orðið laust öll hinn málin núna, 1-6 og Ásgeir Sveinsson hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hér upp undir máli númer 2 í fundargerð bæjarráðs númer 1412 sem heitir Fjölnotaða íþróttahús í Mosfellsbæ. Á þessum fundi bæjarráðs var lagð fram framvinduskýrsla þetta risavaxna verkefni og mér langaði bara að koma hér upp og lýsa ánægju minni og okkar í meirihlutanum með framgang þessa verks. Það hófst, ég man rétt 15. nóvember á síðasta árið þar sem jarðvinnan hófst og það stendur til að taka húsið í notkun, þetta fjölnota knatthús, miðjan næsta mánuð í október 2019. Þetta er búið að vera mikið og stórt verkefni og það er búið að ganga mjög vel og þetta er meira en að segja það að byggja svona stórt og mikið hús inn á skólalóð þar sem er full starfsemi og íþróttastarfsemi að sjálfsögðu líka. En það er búið að leysa það með miklum sóma og kannski stærsti þátturinn í því hversu lítið rask var það þessari framkvæmd var það að það var hægt að leysa alla aðkomu að byggingarsvæðinu með því að fara
að norðanverðu við skóla- og íþróttasvæðið að Varmá eftir reiðstíg sem þar var fyrir hendi og var styrktur sérstaklega til þess að það var hægt að keyra þessa þungaflutninga þar og þar var góð samvinna bæjaryfirvalda og hestamanna sem að gera það verkum að þetta gekk allt saman eftir. En allir tímafaktorar og fjárhagsáætlun hafa staðið í þessu verki og þetta stóra og mikla hús verður gríðarleg lyftistöng fyrir alla iðkendur knattspyrnu í Mosfellsbæ, auk þess sem það kemur til með að nýtast öðrum íbúum bæjarins á annan hátt. En eins og ég segi, það verður opnað í kringum 15. október og á degi eins og þessum sem að rignir eins og helst séu fötu og með tilheyrandi vindi, að þá veit ég að litlu skynnin sem er að æfa fótbolta, þau verður mjög fegin þegar að komast þarna undir þak, þó svo að sé þannig að það er engin verri þótt hann vökni. En það er mikið að gerast á Varmásvæðinu eins og við vitið. Það er nýbúið að taka í notkun nýtt gólf í stóra íþróttahúsinu, sal 1 og 2, þar sem hafa skipt yfir í parkett og það verður áframhaldandi uppbygging og viðhald að Varmá á næstu árum og er það gert á samráðsvettvangi bæjaryfirvalda og afturheldingar þar sem að verða að vinna að heilsteyptu skipulagi og forgangsröðun fyrir félagið. En ég held að við mögum vera mjög stolt og ánægð og erum það öll að þetta knatthús er að klárast og verður tekið í notkun um miðjan október og framkvæmdin hefur gengið með þeim hætti sem að hún hefur gert. Takk fyrir. Já, annað mál, einhver sem vil ræða það sem Ásgeir var að ræða. Og þá er það útrætt og gef orðið laust á málin nema 7. mál á stöddu, eitthvað sem er æfaldar að vilja ræða þar. Valdimar hefur beðið orðið. Hversu vel? Ég kem inn undir máli nr. 3, úttekt á asbesti í húsnæði Mosfellsbæjar, tillaga M-lista úttekt. Mér skildist að málið væri með öxskil, af því að viðkomandi tillöguhafi hafi heyrt mig tala þetta á göngum hérna. Ég vil bara árétta það að við höfum að vinna svona mál faglega. Ég hef kosið að þetta kæmi öðruvísi hingað inn en við höfum að vinna svona öll mál faglega og það er náttúrulega æskilegt að öll óæskileg efni á skólabyggingum séu fjarlægar og það sé ekki treyst við þeim. En ég vil nú undirstrika það að það er nú ekki hægt á þessu eins og þetta er núna. Ef það er asbest í þessum skóla þá er það lokað af og það er ekki ástæðilega óttast heilsu nemenda og starfsfólk. Ég talaði líka við efni og ég veit það að þeir vinna þannig að það er bara í öllum skólum, í öllum byggingum frá þessum tíma að það var athugað hvort það er óæskileg efni og þau eru unnin og það er unnið þannig eins og með myglu og annað, það er þá afmarkað, það er komið á skilið af eða og loftskipti hafa þannig að það sé ekki hætta. Þannig að það er ekkert að óttast í þessu. En hins vegar þá vona ég að þetta verði unnið faglega og ég efast ekki það. Takk fyrir. Þriðja mál einhver sem vil ræða það. Sem Valdimar var að ræða. Svo verður ekki vera einhver sem vil ræða eitthvað annað mál, þetta skilji 7. mál. Þá umræðan lokið mál nr. 1-6 og við skulum bara greiða atkvæði þau mál. Þannig að það sé afgreitt. Þessi samþykkja mál 1-6, eins og einstök mál bara með sér í fundargerð, það er samþykkt með í atkvæðum. Þá víkur Haraldur Sverrisson bæjarfulltrúi að fundi og við ræðum þá í opna þá umræður 7. mál, skálalíf, nýting á lóð.
Ég gef orðulaust það mál. Það kveður sig engin hljóðs, þá umræðum lokið það mál og þá bið ég þá bæjarfulltrúa Vetur Pönn sem samþykkja niðurstöðu nefndarinnar og það þá samþykkt með 8 atkvæðum. Þá þessi fundargerð afgreidd. Bæjar frá Mosfellsbæjar frá 12. september. Daginn áður var haldinn fundur í fræðslunefnd Mosfellsbæjar. Það var númer 266. Það voru 5 mál á dagskrá og ég gef orðulaust. Það er fræðslunefnd Mosfellsbæjar. Og það Arna. Hvað er? Arna Hagalegsdóttir beðin orðið, gjörðu svo vel Arna. Herra forseti og bæjarfulltrúar, við kemur upp undir málið 3.1 varðandi móttöku flóttafólks. Mér langaði bara að segja ykkur frá þeim upplýsingum varðandi þau börn sem komu í skólann úr þessum hópi. Þetta eru börn frá Rúmeníu en þeir eru búin að vera í flóttamannabúðum í Keníu og eru að koma frá þaðan. Ragnheiður Axelsdóttir, hún er verkefnastjóri á skólaskrifstofunni með þetta mál og hún kom og sagði frá þessu máli og þessum 2 börnum. Og ástæðan fyrir því að þau fara í Varmárskóla, þau verða staðsett annar staðar í bænum eða í Helgafellsskóla en þau byrja bæði í Varmárskóla og þegar við verðum svolítið búið, það verður búið svolítið að kortleggja hversu vel eða illa stödd þau eru, hvort að yngra barni gæti mögulega þá farið í Helgafellsskóla og verið þá í sínu hverfi. Því við viljum ekkert endilega slíta það úr upp á að vera að leika og þess háttar. Það er ótrúlega flott teymi niður í Varmárskóla sem tekur á móti þessum krökkum. Það kom samt ábending frá talsmanni kennara inn á fundinum sem var mjög góð það að þetta er ákveðið álag á skólan, þetta er ákveðið álag á þessa kennara sem taka á móti og ég vil bara þakka henni líka fyrir að koma þessum ábendingum inn í fræðslunum. Það hjálpar okkur að þá fylgjast líka betur með aðstöðunni og álaginu og þá hvað þarf þá að gera til að bregðast við því þegar við erum að taka á móti svona börnum til að okkur verði best farið með þessi mál. Já, þá bara þakka ég fyrir. Fyrsta mál, vill einhver ræða það? Fyrsta mál í fundargerð fræðslunefndar frá 11. september. Það var umræðan lokið það mál. Þarna voru 5 mál á dagskrá, eitthvað sem bæjarfulltrúar vilja ræða. Valdimar, gjörðu svo vel. Það er mál númer 4, það er áskorun frá samtökum Grænkir á Íslandi. Fulltrúi Viðreisnar í fræðslunefnd kom með tillögu sem má kannski lesa upp með leyfi forseta. Gjörðu svo vel. Ég er í vandræðum með tölvunum þar. Ég er með komin. Viðreisn leggur fram eftirfarandi tillögu. Viðreisn í Mosfellsbæ leggur til að fræðslusvið Mosfellsbæjar birti á heimasíðum grunnskóla Mosfellsbæjar upplýsingar þá kosti sem eru í boði varðandi mat í skólum Mosfellsbæjar. Að við skráningu í skóla í Mosfellsbæjar sé foreldrar gerð grein fyrir því að í mötuneyti skólanna sé komið móts við börn sem ekki neyta kjöt, grænmetisætur eða dýraafurðir, vegan. Að bætt verði í stefnu Mosfellsbæjar mötuneyti í leik- og grunnskólum svohljóðandi setningu. Í öllum skólum Mosfellsbæjar er í boði að óska eftir sérstöku fæði, til dæmis vegna fæðuóþols eða einhver einstaklingar neyta ekki kjöts eða dýraafurða. Þessari tillögu var frestað og vel tekið í hana og vona að það verði samþykkt að þetta verði að veruleika. Þannig að fólk hafi þetta val það hvort að borði kjöt eða neyti sér dýraafurðir.
Fjórða mál. Árna, gjör svo vel. Áskorun frá samtökum grænkera á Íslandi heitir það í fundarboði. Já, forseti bakfylgari kemur undir sama máli, mál nr. 4 áskorun frá samtökum grænkera á Íslandi. Ég vil þakka samtökunum grænkera fyrir sitt erindi. Þetta er mál sem varðar okkur öll og að samaskapi Viðreisn fyrir þeirra tillögu. Mér finnst hins vegar samtökin voru með ábendingum að grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir neyslu á dýraafurðum. Mér fannst tillaga Viðreisnar ekki beint koma inn á hvað sneri að ósk samtökum grænkera beint neytingu dýraafurða. Hins vegar var umræðan í fræðslunefnd mjög góð og þess vegna var líka tillögu Viðreisnar frestað af því að við óskuðum eftir bara frekar upplýsingum og það er vilji allra að þetta sé á heimasíðum skólanna, að sjálfsögðu, að mæta þeim sem að vilja ekki kjöt eða eru grænkerar eða svoleiðis. En við þurfum bara að, og við spurðum okkur á móti, hvaða kostnaður og eftirspurn á grænkerafæði og hvort okkar markar. Það er margt sem kemur inn í og þetta voru mjög góðar umræður sem komu fram í fræðslunefnd og það var vilji til að ræða þetta og það var vilji til að skoða þetta. Þetta eru börnin okkar, þetta er kynslóðin sem er að koma eftir okkur og það var bara, þetta er alveg umræður sem við verðum bara að hefja. En við þurfum að vera í og skólarnir okkar og börnin okkar meðvituð Við getum líka tekið, af því að grænkerasamtökin komi inn á það að grípa strax til aðgerða. Við getum gert fullt af öðrum skrefum til að grípa strax til aðgerða. En ég fagna engu að síður þessu erindi og ég er ánægð með að þessi umræða fram af stað. En tillagan að Viðreisnar sneri ekki beint að mér fannst að áskoruninni frá samtökum grænkera. Já, það eru tveir að mætast núna. Valdimar er næstur. Gjör svo vel, Valdimar. Já. Það er rétt að þessi tillaga sneri ekki beint að áskorun grænkera. Heldur er þetta fyrst og fremst tilraun til þess að koma á kerfi hérna þar sem að foreldrar hafa þetta val. Við höfum sagt í Viðreisn að ef það er aukinn kostnaður sem að er við það að neyta kjöti eða dýraafurðum, og þá sé ég ekkert að því að það sé aukinn kostnaður sem að foreldrar greiða þá. Það er svona sjálfsagt mál. Þetta er bara snýst fyrst og fremst það að hafa þetta val að neyta sér dýraafurðir eða kjötafurðir. Við erum ekki beint að ávarpa þetta að við erum að hætta að borða kjöt vegna kolefnis, fótspor eða eitthvað slíkt. Heldur fyrst og fremst snýst þetta þetta frelsi til þess að velja sér fæði sem að viðkomandi vill neyta eða það lífstíl sem að vegan er vissulega. Já, Ólafur Óskarsson er næstur. Gjör svo vel, Ólafur. Forseti, ég vil nú taka undir þessa tillögu Viðreisnar. Mér finnst þetta góð tillaga. Líktu líka fyrst og fremst að því að auka val sem mér finnst vera mikilvægt. Ég get hins vegar ekki tekið undir þessu orð sem hér fjallu áðan það að það hefur verið einhvers þeir sem að kannski hafa meiri pening milli handanna geti borgað sérfæði fyrir sín börn. Ég held að það eigi að ganga jafnt yfir alla greiðslur yfir mörguleytið. Þannig ég vona bara að þessi tillaga fái góða afgreiðslu í framhaldinu. Hún er náttúrulega frestað að þetta til skoðunar og að afla einhverja gagna. Ég vil þá líka nota tækifæri að minna hér á gamla tillögu sem að hefur nú verið samþykkt með þessu afgreiðslu fjárhagsáætlunar oftar en einu sinni. Það er tilraunaverkefni með hafragrautinn sem ég tel mjög mikilvægt að bjóða upp á. Það voru komið svona ýmsar afsakanir fyrir því að það var ekki hægt. Það var húsnæðisvandamál. Ég
sem allir vita að það þyrfti mjög flókið eldhús til þess að elda hafragraut. Allan þyrfti ég það ekki. Þannig ég vil endilega að það verði bara tekið upp líka, vegna þess að við vitum það og hér hefur skólafólk, meðal annars bæjarfulltrúar sem eru kennarar, hafa talað um það hversu mikilvægt það er að börn séu vel mett á morgnana, þau séu þá móttækilegri fyrir náminu og vinnunum sem fer fram í skólanum. Ég myndi svona, að menn hefðu þá miskust á bak við eyrað að fara að skoða það í alvöru aftur. Takk fyrir. Já, Hafsteinn Pálsson. Það er annað mál. Það er annar mál, já. Gott og vel. Vilja bæjarfulltrúar ræða þetta mál frekar, það er að segja fjórða mál sem hefur verið hér til umræðum, áskorun á samtökum grænker á Íslandi. Svo er ekki, þá er það fullrætt, en Hafsteinn Pálsson var búinn að biðja orðið eitthvað annað mál. Gjör svo vel, Hafsteinn. Forseti, það er annað mál á fundi fræðslunefndar. Mér finnst það bara mjög athyglisverða tölur sem að svona sé ástæða til þess að nefna að þrátt fyrir alla íbúafjölgunina á milli ára og undanförnum árum en þá er fækkun í grunnskólum bæjarins á milli skólaára. Það er vísu tæplega 1% en þetta er mjög athyglisvert að sjá þetta og það bendir til þess að íbúasamsetningin hér í bæ er kannski að færast nær því sem er annars staðar á höfuðborgarsvæðinu við það að við erum að stækka þetta mikið. En það er mjög athyglisvert að sjá þetta að þarna fækki 15 börn samtals í grunnskólum bæjarins. Á vísu fjölgar 9 í skólum utan bæjarins, þannig að hann má svona kannski segja að þetta standi nokkurn veginn í stað, en íbúafjölgun væntanlega frá september til september er örugglega á milli 5 og 10% því að það var þó nokkur fjölgun hér á síðar hluta síðasta árs og hvað er hún áætluð ekki staðar 4-5% á þessu ári. Og þannig að þetta er athyglisvert og ef þetta hefði verið í takt við íbúafjölgunina þá værum við að horfa á þarna 60-90 börn svona í fjölgun og þess vegna er þarna athyglisverðar upplýsingar að ræða. Takk fyrir. Já, Haraldur Sverrisson, næsta mál, þetta er sem sagt mál nr. 2 á dagskránni. Innritun í leik- og grunnskóla haust 2019, heitir það í fundarboði. Nú er það spurning hvort maður megi veita ansvar sko til samflokksmanns, var ekki einhver umræða það á þinginu daginn? Það er bannað á þinginu. Forseti, má ég það? Já, þú voru að fara fínt í það. Þetta er allt saman hárrétt reyndar sem kom fram hjá Hafsteini Pálssyni að það er fækkun í grunnskólabörnum, en börnum samt í Mosfellsbæ er að fjölga. En það gerist í öðrum aldurshópum heldur en í grunnskólanum, það gerist í leikskólanum. Það er að segja að á árunum 2018 til 2019 þá fjölgar leikskólabörnum úr 583 í 667 eða svona í huganum reiknaði cirka bát 16%. Þannig að það finnst mér líka athyglisvert vegna þess að það segir okkur kannski að þeir sem eru að flytja hérna nýr inn í bæinn eru ungt fólk. Myndi ég er svona sem gert hérna rannsókn á því, en mér ætti að vera mjög mikla líkur á því að ungt fólk eigi meiri líkur því að ungt fólk eigi ung börn. Þannig að, og það er í raun og veru það sem líka við höfum að takast á við í Helgafellsskólanum, að við höfum að í raun og veru taka húsnæði þar undir leikskóla leikskólarnir fyrr en við áætluðum. Þar áttu að vera grunnskólabörn en þau voru sem sagt færri en það var áætlað en leikskólabörnin fleiri. Þannig að þetta bregðast því með þeim hætti sem og það að bæjarstjórn samþykkti hérna
ekki alveg fyrir löngu að kaupa 2 færanlegar stofur sem eru settar upp í Leirárstofnum fyrir fleiri leikskólabörn og sérstaklega þá börn á aldursbilinu 12 til 18 ára, nei 12 til 18 mánaða, svona ungbarnadeildir til þess að koma til móts við þessa fjölgun. Þannig að börnum fjölgar í Mosfellsbæ en ég tek undir það með Hafsteini Pálssyni að það er athyglisvert svona í hvaða aldurshópum sú fjölgun er að lenda. Og ekki alveg það sem við kannski vorum að áætla, en það er kannski erfitt að finna út af því nákvæmlega, en að munurinn sé svona mikill er athyglisvert og eitthvað sem við höfum þurft að bregðast við með breytingum áherslum og reyndar líka fjármunum. Já, vilja bæjarfulltrúar ræða þetta mál frekar? Þetta er mál nr. 2. Ekki var í ansökt, en það er ákveðna skilning. Svo ekki þá rætt að fullustu mál nr. 2 og 4 og reyndar 1 líka. Orðið er ennþá laust. Það hringist á hringurinn, þannig að voru aðeins 5 mál á dagskrá. Nú þar kveður sig engin frekar hljóðs þessa fundargerð, þá er umræðu lokið við göngum til atkvæða þeir sem staðfesta þessa fundargerð eins og einstök og verða með sér að benna rétt upp hand. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. 12. september síðastliðinn var haldinn fundur í íþrótta- og tómstundanefnd. Hann var númer 230 fyrir ágætu nefnd. Þar voru 8 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Örlygur Helgason, gerðu svo vel, Örlygur. Virðulegi forseti, kemur undir lið 2 á fundi íþrótta- og tómstundanefndar. Það er ársyfirlit félagsmiðstöðvar Ból. Ég vildi bara minna á það frábær og víðtæk starfsemi, gott forðastarf, glæsileg starfsemi sem ég geti virkilega stolt af. Ég vil þakka þeim kærlega fyrir starfið síðasta ár. Þakka fyrir. Einhver sem vil ræða þetta mál sem Örlygur Þór var að ræða, það var mál nr. 2. Ársyfirlit félagsmiðstöðvar Ból, heitir það í fundarboði. Svo er ekki einhver sem vil ræða eitthvað af hinum málunum sem stendur upp til boða. Þessari fundargerð, Ólafur Óskarsson, ef við erum orðið, gjörðu svo vel, Ólafur. Mál nr. 5, það er þetta frístundabíll sem ég vil nú eiginlega fagna að sé loksins farið að stað með. Þetta er nú gamalt stefnuskrármál frá Samfylkingunni kosningar. Þetta komið þetta fyrst 2014. Lögðum þetta til og það var nú alltaf sagt okkur að þetta verður svo dýrt að það verður ekki nokkuð leið að fara í þetta. Ég vil þá bara fagna því að þetta er ekki lengur dýrt. Við höfum efni á þessu, þetta sé þörf fyrir þetta, við höfum búið að vera lengi þörf fyrir þetta og til þetta dragi úr skutli, hins vegar reikna ég ekki með því að þetta verði í byrjun alveg fullmótað, þetta þarf að þróast, við þurfum að örugglega sníða þessu einhverja vankanta, við höfum bara að passa okkur að gefast ekki upp, heldur halda áfram með þetta verkefni og aðlaga það að því þannig að þetta verði skilvirkt tæki fyrir börnum okkar til að komast í frístundir. Takk. Haraldur, þetta mál. Þetta er 15 mál sem heitir einfaldlega frístundabíll. Forseti bara, sko að það sé nú eitt orð á það og það standi hér að þessi tilvíðan nýbreytt með frístundabíl sem er svo sem alveg rétt, það er búið að skilgreina þetta verkefni með þessum hætti að þá hefur þessi þjónusta svo sem verið við lýði með svona minnskosti einum öðrum hætti gegn árin. Þannig að skólabíllinn hefur með sinnt þessu líka, þar að segja að koma börnum í frístundir frá sínum skólum. En þannig er þó búið að svona formgera það og setja þetta svona upplýst skipulag. Hitt er það sem ég vildi nú kannski segja líka er það að við þurfum líka
gæta þess að koma til 2 kerfum hér í bænum. Við eigum líka mjög góðar strætósamgöngur, reyndar ekki sem fyrir ekki reyndar á, já jú, hann fer nú svo sem á flesta ef ekki alla þessa staði að við mögum ekki ala börnin upp þannig að þau þekki ekki þann þáttinn í almennu samgöngur og læra að nota þær. Þetta þá fyrst og fremst hugsað fyrir yngstu börnin, allra yngstu börnin sem að ekki treysta sér ekki eða ekki forsvaranlegt að senda ein með almennu samgöngum. En ég vil bara minna á það að við eigum þann þáttinn líka sem við eigum líka að halda á lofti og kenna og sérstaklega eldri börnum og unglingum að nota og nýta. Já, voruð við laust 5. mál. Það beðið sér engin hljóðs það mál. Eitthvert annað mál í þessari fundargerð sem bæjarfulltrúar vilja ræða. 8 mál á dagskrá. Svo virðist ekki vera, þá göngum við til atkvæða sem samþykkja eða staðfesta þessa fundargerð. Fyrir benn og rétt upp hönd. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá kemur skipulagsnefndin. Þessi mikla málafjölda að venju. Það er netið, það er 20 mál á dagskrá þessu sinni. Fundurinn var haldinn 13. september síðastliðinn og var númer 493 og ég gef orðið laust. Ásgeir, þú er beðin orðið, gjörðu svo vel Ásgeir. Þessi degi kemur upp undir fyrsta lið þessara fundargerðar. Það var samþykkt einróma á þessum fundi nr. 493 þann 13. september síðastliðinn að breyting á deiliskipulagi fyrir 4. áfanga Helgafellshverfis og samþykkt þar að setja þá samþykkt á því skipulagi í auglýsingu en það varð örlítill fótaskortur á pennanum og yfirlestrinum á bókun þessa liðar á fundinum sem að ég óska þá eftir að bæjarstjórn samþykki breytingu á bókun fyrir þennan lið frá þessum fundi og mun lesa hér samþykktina eins og hún var skrifuð á fundinum og einnig þá breytinguna sem að verið óska eftir. Í örstuttu máli fjallar um það að það var samþykkt á fundinum þetta deiliskipulag og að auglýsa það en síðan myndi það ekki taka gildi það skipulag fyrir að afloknum undirskriftum á samningum við byggingafélagi Bakka sem að hefja uppbyggingu á gatnagerð og öðrum svona opnum svæðum og öðru sem að tilheyrir þeirri gatnagerð. En það sem að gerðist var það að það fór inn í bókunna að þessi samþykkt á deiliskipulaginu breytingunni verði auglýst eftir að undirskriftinni er lokið. Þannig að þetta hljómaði svona. Skipulagsins samþykkt að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 43. grein skipulagslaga þegar samkomulag við byggingafélagi Bakka innviða uppbyggingu svo sem gatnagerð, gerð göngustíga og frágang opinna svæða hefur verið samþykkt af bæjarstjórn. Jafnframt afturkalla skipulagsnefnd ákvörðun sína frá fundi nr. 481 nefndarinnar þann 19. mars. En ég er hér að óska eftir að við kjósum sérstaklega í þessari fundargerð breytingu á þessari bókun þannig að hún verði þá eftirfarandi. Skipulagsnefnd samþykkir að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga. Tillagan öðlast gildi þegar samkomulag við byggingafélagið Bakka innviða uppbyggingu svo sem gatnagerð, gerð göngustíga og frágang opinna svæða hefur verið samþykkt af bæjarstjórn. Jafnframt afturkalla skipulagsnefnd ákvörðun sína frá fundi nr. 481 19. mars 2019 auglýsingu þáverandi tillögu breytingu á deiliskipulagi 2019. Þannig að það er óskað eftir að þessi breyting verði gerð á bókun þessa fundar og það verður kosið það sérstaklega það. Takk fyrir. Já, þetta er sem sagt tillaga Ásgeirs að breyta bókuninni eða niðurstöðu skipulagsnefndar. Bara beðið örstutt fundarleg. Já, gjörðu svo. Tekur undir það. Ég bara sá og spurði.
Já, við hefjum þá fundan í eftir stutt fundarhlé. Við ræðum ennþá fundargerð skipulagsnefndar, fyrsta mál, Helgafellshverfi 4. áfangi, breyting á deiliskipulagi og orðið er ennþá laust. Ásgeir hefur komið með breytingatillögu sem við greiðum atkvæði hér um. En ef einhver vil taka til máls þetta mál, áður en göngum til atkvæða, þá var það ekki núna. Svo ekki, þá er umræðum lokið þetta mál og við greiðum atkvæði breytingatillögu sem að formaður skipulagsnefndar Ásgeir Sveinsson las hér upp áðan. Þeir sem samþykkja þá breytingu eru bennir rétt upp hönd. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þetta var nú bara fyrsta málið. Þarna voru eitthvað 20 mál með afgreiðslufundum skipulagsfulltrúa og byggingafulltrúa. Þannig það er nóg að tala, við vilja. Og orðið er laust. Einhverju mánuð fresta þarna reyndar vegna tímaskorts. Nú, það er engin merkjum að ræða eitthvert mál, þá er bara ekkert, þá er búin að hefja atkvæðagreiðslu þessa fundargerð, öll málin nema mál nr. 1, við erum þegar búin að greiða atkvæði það, þeir sem samþykkja fundargerðina. Réttu bönd, það eru sem sagt samþykkt með 9 atkvæðum. Þetta var nú næst síðasta fundargerðin. Nú tökum við fyrir fundargerð lýðræðis- og mannréttindanefndar sem við samþykktum hér í upphafi að taka á dagskrá. Það verður síðasta fundargerðin. Það verður það nr. 6 og ég gef orðið laust þessa fundargerð. Fundurinn var haldinn í gær. Þessar nýju nefnd okkar, lýðræðis- og mannréttindanefnd heitir hún. Einhver sem vill taka til máls eitthvert af þeim málum sem voru þar á dagskrá. Svo virðist ekki vera, þá er umræðan lokið og við greiðum atkvæði niðurstöðu einstakra mála í þessari fundargerð. Fundargerðin er staðfest með 9 atkvæðum. Þá er hér skil í fundinum vegna þess að nú er búið að ræða fundargerðir á nefndum og náttúrulega bæjarráði líka. Og við förum í það sem heitir almenn erindi. Það er mjög almennt en undir því er kosning í nefndir og ráð. Við vorum að samþykkja að taka 2 mál þar annars vegar frá M-lista og hins vegar frá D-lista, en það var á dagskránni, boðardagskrá, var kosning á fulltrúum Mosfellsbæjar í fulltrúaráð eignarhaldsfélags á að vera Brunabótafélags Íslands. Einn aðalfulltrú og annar til vara. Haraldur bæjarstjóri, að gefa þér orðið. Þú ekki bara komin til það? Já, ég geta svo sem alveg gert það. Það er sem sagt lagt til hér að þessi aðalfulltrúi verði Haraldur Sverrisson og til vara verði Bjarki Bjarnason. Já. Við skulum gera smá fundarhlé.
Já, við hefjum þá fund á nýju og höldum hér áfram með liðin kosningi nefndir og ráð og það er ætlunin að endurtaka atkvæðagreiðsluna sem ég var að tala hér áðan. Ég ætla best að ég lesi þetta upp hérna textan. Kosning á fulltrúum Mosfellsbæjar í fulltrúaráð eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands. Einn aðalfulltrúanna til vara. Það er lagt til að aðalfulltrúi verði Haraldur Sverrisson og varamaður hans verði Valdimar Birgisson. Þessi staðfest að það er upp en réttu hönd. Það er staðfest og samþykkt. Síðan voru hér líka upphafi fundarins tekin hér önnur mál undir þessu kosningi nefndir og ráð. Það er að segja fyrst frá D-lista. Það var það skipulagsnefnd. Það snýst það að Helga Kristín Auðunsdóttir mun víkja úr nefndinni og í staðinn fyrir hana verður Davíð Örn Guðnason og hann verður annar varamaður D-lista í skipulagsnefnd. Sigurður Borgar verður fyrsti. Og Sigurður Borgar Guðmundsson verður fyrsti varamaður. Hann er nú þegar fyrir nefndinni. Það er enga athugasemdir eru gerð. Hann er varamaður. Varamaður. Hann er fyrsti. Færist upp sem varamaður. Færist upp sem varamaður. Það verður fyrsti varamaður og annar varamaður verður Helga Kristín fluttur bæn. Verður Davíð Örn Guðnason og við byrjum hann velkominn. Engar athugasemdir gert til þetta, þá er þetta bara staðfest þegar handauppreikninga. Síðan er hér frá M-lista og ég ætla að lesa það upp. Það var það fyrst skipulagsnefnd í stað Þórunnar Jónsdóttur, varamanns M-lista í skipulagsnefnd, kemur Sveinn Óskar Sigurðsson. í skipulagsnefnd. Já. Það var samkvæmt þeim pósti sem ég fekk. Hver fyrir út Sveinn? Þetta er eitthvað rátt. Þórunn Jónsdóttir varamaður M-lista í skipulagsnefnd. Fer út. Já, og í stað hennar kemur, já, þetta er þessi varamaður. Já, sem sagt, svo lesið þetta aftur. Þórunn Jónsdóttir hefur verið varamaður M-lista í skipulagsnefnd. Hún mun hætta störfum í skipulagsnefnd og í staðinn fyrir hana kemur Sveinn Óskar Sigurðsson sem varamaður M-lista. Síðan var það fræðslunefnd og það snerti líka varamann M-lista. Það hefur verið Þórunn Jónsdóttir. Hún mun láta af störfum og í stað hennar kemur Valborg Anna Ólafsdóttir. Og í þriðja lagi snertir það áheyrnarfulltrúa M-lista í fjölskyldunefnd. Þórunn Jónsdóttir mun hætta sem áheyrnarfulltrúa M-lista í fjölskyldunefnd og í stað hennar kemur Valborg Anna Ólafsdóttir. Ef engar athugasemdir eru gerðar við þetta, þá lít ég á þetta sem staðfest og þetta verður hér fært til bókar. Nú, þetta var nú liðurinn kosningi nefndir og ráð. Og þá er aðeins eftir síðasti hluti fundarins sem heitir fundargerðir til kynningar. Það eru margar fundargerðir að venju og við byrjum á öldungaráði Mosfellsbæjar, það var fundur númer 14. Héldu fund 9. september síðastliðinn og ég gef orðið laust. Þar voru 3 mál á dagskrá. Það kveður svo engin hljóðs þessa fundargerð, þá er hún lögð fram. Síðan er það 2 fundir, afgreiðslufundir frá byggingafulltrúa. Sá fyrri var haldinn 30. ágúst. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa nr. 374. Þar voru 4 mál á dagskrá. Ég gef orðið laust. Það kveður svo engin hljóðs, þá er hún lögð fram. Síðan þarna nokkrum dögum seinna, viku síðar var haldinn afturfundur hjá byggingafulltrúa, afgreiðslufundur byggingafulltrúa 7. september, það var nr. 375. Og þar voru 5 mál á dagskrá. Ég gef orðið laust þá fundargerð, það kveður svo engin hljóðs og þá er hún lögð fram. Síðan er það afgreiðslufundur skipulagsfulltrúa. Sá fundur fór fram 7. september
var númer 36. Það var aðeins eitt mál á dagskrá, ég ekki orðið laust þar. Kveðið sé ekki ljós og þá er sú fundargerð lögð fram. Þá er það byggðasamlag Sorpu. Það var fundur hjá eigendafundi, hann var nefndur hér fyrir í kvöld. Það var fundargerð 18. eigendafundar Sorpu, byggðasamlags, 27. ágúst síðastliðinn, ég ekki orðið laust. Það kveðið sé ekki ljós þessa fundargerð og þá var hún lögð fram. Nokkrum dögum síðar var haldinn aftur fundur, eigendafundur Sorpu. Það var fundur númer 19, 2. september. Og ég gef orðið laust þá fundargerð og það kveðið sé ekki ljós, þá er sú fundargerð lögð fram. Þá kemur hér mikil og löng fundargerð frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Þessu sinni var fundurinn haldinn í Reykjanesbæ og 30. ágúst síðastliðinn. Fundur númer 873 og ég gef orðið laust þessa fundargerð. Umræðum er lokið og það kveðið sé ekki ljós og sú fundargerð er lögð fram. Þá var enn og aftur Sorpa. Það var fundargerð stjórnar Sorpu, númer 412 og ég gef orðið laust. Þá fundargerð kveðið sé ekki ljós og þá er sú fundargerð lögð fram. Síðasta fundargerð sem verður hér tekið til umfjöllunar er fundargerð frá heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis, fundur númer 47. Ég gef orðið laust. Það kveðið sé ekki ljós þessa fundargerð, þá er þessi fundargerð lögð fram. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi og þakka bæjarfulltrúum fundarsetuna og segi fundi slítið.